Við erum svolítið með íslenskt flugrekstrarleyfi og þess vegna erum við á Íslandi en öll okkar flug og áhafnir og þess að það er erlendis. Starfsstöðvarnar okkar eru hérna í Hlíðasmára í Kópavogi. Við höfum sem sagt starfað frá 1986 og gengið í gegnum ýmsar breytingar. Í dag erum við með 18 breiðþotur í rekstri og þetta er yfirleitt, eða flestar eru hérna Boeing 747-400, 200 og 400 flugvélar. Þetta eru stórar, mikla vélar. Og flestar eru í starfsemi fyrir hérna Saudi Arabian Airlines sem er náttúrulega í Saudi Arabíu og það er okkar helst svona 80% af okkar starfsemi er þar. Þetta eru 1200 starfsmenn sem vinna hjá okkur og af þeim eru 900 áhafnarmeðlimir og það eru svona 200 hérna á skrifstofunni í Íslandi og eitthvað nálægt 100 víðsvegar heiminn. En það eru þessi 900 áhafnarmeðlimir sem við þurfum að leysa póstmál fyrir. Og ég tók hérna í ganni smá mynd af hérna flugvélunum okkar, hvar þar eru þegar ég var ekki búið til þessa kynningu. Þannig að þetta er mjög dreifð starfsemi. Fyrir innlegginguna þá vorum við með 900 póstól fyrir þessa starfsmenn og við vorum að kaupa þetta út í bæ og fengum þetta reyndar á rosalega góðu verði. Það kom niður á þjónustunni og hérna áreiðarleikunum. Það voru ýmis vandamál hérna í rekstrinum á þessu og starfsmenn voru ekkert voðalega ánægðir með þessa þjónustu. Það var viðmótið og popstuðningur var mjög takmarkaður. Það var eiginlega bara að ná í póst, ekki senda póst. Uppitímið var svona, það var svolítið issue, það var stundum að detta niður á óheppilegum tímum. Og svo voru alls konar, eða einhver önnur vandamál eins og að birta viðhengi, það var ekki að virka vel þannig að viðmótið var svona ekkert sérstaklega gott. Og starfsmennir okkar, við þurftum að hafa þá til að geta nota adressubókina fyrir alla hina sem eru að nota Exchange innan hús í okkur. Þá þurftum við að hafa alla starfsmennina sem kontakta í Active Directory. Og það var eiginlega þannig að við vorum að synka kontaktan okkar við póstkerfið út í bæ og þetta var svona, gekk misjafnlega vel og sumir starfsmenn voru ekki deactivated, þeir eru hættu og við vorum að lenda í svona ýmsum vandamálum með þetta. Þannig við þurftum að leita okkur á lausn á þessu. Það sem við spáðum í svona helst, það var að setja bara þessa starfsmenn í Exchange þjónun okkar sem við erum með innan hús. Og það náttúrulega er alls konar pælingar sem við þurftum að hugsa sem sagt við að gera það. Það var náttúrulega, þurftum að stækka, breyta hardverið, auka diskapláss og svo þurfti það alltaf að fara í backup. Þannig að það er ýmis svona vandamál við þetta og við sáum bara fram á að þetta yrði alltaf dýrt fyrir okkur. Og þar sem þetta er náttúrulega ekki hluti af kjarnastarfseminni okkar, þá fannst okkur þetta bara ekki fýsilegu kostur. Og hitt var að setja upp einhverja svona ódýra Linux-lausn sem við gætum bara verið með innan hús eða fengið eitthvað til að reka fyrir okkur, en við vildum ekki fara að bæta við einhverju þekkingu sem við myndum hérna bara þurfa að nota fyrir þetta. En við sem sagt fórum út í þessa Office 365 innleiðingu á Exchange, eða póstinum. Og náttúrulega kostirnir eru fyrir okkur þessi, það er náttúrulega mikil breyting fyrir okkur og starfsmennina. Uppitíminn er alveg búin að vera 100%. Og það er administration á þessu er bara nánast engin. Við þurfum ekki að spá í neinu hardveri eða þess að þar. Eða afritun eða diskaplási eða svo framvegis, þannig við erum lausir við öll svoleiðis vandamál. Og það sem var svo jákvætt við þetta var að við gátum sett alla þessa starfsmenn bara í Active Directory á okkur, sem náttúrulega kosta okkur þannig sé ekki neitt. Og þaðan getum við þá stýrt hvenær einhver disabla, færa á milli grúppa, búið til grúppur og þetta er allt bara í Active Directory. Þetta sparar náttúrulega þvílíka vinnu að vera ekki að fara inn á eitthvað annað tól og breyta starfsmönnum og leita passverdi og svo framvegis. Og svo náttúrulega styður þetta pop-aðgang sem að þessir ákveðni starfsmenn sem eru náttúrulega alla heim og með síma og fartölur og þeir eru mjög ánægðir með að geta nota það loksins. Og svo er hægt að fara í, að með skilst, með því að breytum samning, þá getum við farið í IMAP eða ActiveSync. Þetta sem fór í lofti okkur 12. desember og eins og ég sagði hann, það er 100% upp í tími, það var ekkert bilað en þá. Og áhafnarmeðlimir náttúrulega mjög ánægðir og það er náttúrulega viðmótið, það breyttist ekkert smá mikið fyrir þetta fólk
og það þurfti ekkert að kenna þeim á neitt eða segja þeim hvernig neitt virkar, þetta bara segir sig allt sjálft og flestir á hún séð eitthvað mjög svipað þessu. Já, og pop-aðgangurinn er mjög náttúrulega vinsæll fyrir þessa snjallsíma fartölur og þuglsbretti og menn eru almennt mjög ánægðir að geta notað þetta á öllum tólunum sínum. Svo náttúrulega sjá alveg fyrir okkur að möguleikana að flytja restina af starfsfólkinu á Exchange Online og bara losna við reksturinn á þessu. Það er náttúrulega alveg mjög fýsilegur kostur. Og SharePoint Online er svona eitthvað sem við höfum svona kíkt aðeins á. Og svo hefur líka möguleikanir okkar að við erum með þessa basic áskrift, þessa kiosk áskrift fyrir þessa ákveðna notendur. En þetta eru 500 megabæta pósthólf og við sjáum alveg fyrir okkur að ákveðin hópur af þessu fólki, ákveðin grúppa gæti þurft stærri pósthólf, betri stuðning við IMAP eða eitthvað þess áttar. Þannig að það voru lítið mál að breyta bara ákveðnum hópi af starfsmönnum þannig að þeir geta í Active Directory og geta sagt bara þessi hópur á að fara á þennan samning og það voru lítið mál að breyta því. Fleira var það nú ekki.